Heyrðu, góðan daginn og velkomin á þessa uppgjörskynningu fyrir annan fjórðung hjá Kviku. Gaman að sjá að fólk komið aftur úr sumarfríum, allavega einhverjir. Og ég ætlaði að fara yfir svona stikla á stóru í rekstrinum á fjórðunum, reyna að setja eitthvað lit á þetta og svo kemur hann Eiríkur og fer nánar ofan í tölunar. En svona í það heila tekið þá held ég að við höfum verið bara ansi sátt við afkomuna í fjórðunum. Afkoman af samstæðunni að batna cirka 500 milljónir en reyndar á baku þá tölu eru miklar sveiflur bæði TM-megin og Kviku-megin, sérstaklega í fjárfestingartekjum sem hann Eiríkur fer betur yfir á eftir. En svona í grunninn það sem að gerast og við erum að horfa dálítið á að grunnrekstur bankans að batna mjög mikið milli ára og eiginlega cirka það sem nemur þessari tölu í kringum halvan milljarð með við sama fjórðung í fyrra. Þar skiptir mestu að vaxtatekjur að aukast tæplega 600 milljónir á fjórðungi sem náttúrulega rosalega mikil breyting fyrir okkur í tekjumyndun og þá kannski og þetta að koma eiginlega bara víða úr öllum okkar tekjusuðum eða útlána수ðum. Kannski stærsta breytingin hefur verið út í Bretlandi sem hefur verið mjög ánægjulegt að sjá að þar hefur orðið mikill viðsnúningur á rekstri og það var það sama upp á teningu núna í þessum fjórðungi og var í fyrsta og í raun og veru aðeins í síðasta fjórðungi á síðasta ári. Og síðan kannski þannig að þessar 600, þetta eru 570 milljónir á fjórðunum breytingin milli ára sem þá á ásgrundvelli þetta 2,3 milljarðar sem náttúrulega mjög stór breyting fyrir okkur svona í þessum grunntekjumyndun og kannski líka ef að fólk horfir að það í samhengi við það á sama tíma þá okkur tekist að halda kostnaði bara á pari við það sem var fyrir ári síðan og við raun og veru 5 milljónar lægri. Og fyrir utan það þá líka vorum við með vegna hagræðingar aðgerða og nokkur annara liða vorum við með svona 150-200 milljónir í kostnaðinum á síðasta ársfjórðungi sem maður myndi kannski tala sem svona one-off. Þó að það séu þetta þannig að það einhvern veginn alltaf aðeins one-off þá var það kannski, maður myndi segja kannski helmingurinn allavega væri eitthvað sem við gerum ekki ráð fyrir að sé venjulega og jafnvel meira. Þannig að þessi svona undirliggjandi rekstrabati dálítið mikil. Fjárfestingartekjur voru líka í raun og veru þokkalegar á sérstaklega miðað við árferðið á fjórðungnum en þetta gerum við ráð fyrir að í svona sæmilegu árferði séu þær aðeins meiri. En það sem kannski eru vonbrigðin fyrir okkur að þóknanatekjur að dragast aðeins saman. Og ég held svona að það megi segja að það sé svona 80-90% leiti tengist markaðsaðstæðum og en við erum auðvitað að gera ýmislegt annað til þess að styrkja þóknanamyndun óháð hvort að markaðurinn tekur við sér eða ekki. Ég held til að við eigum talsvert inn í fyrirtækjaráðgjöfinni sérstaklega og svo líka, jafnvel þó þetta sé ekkert frábær markað þá myndum við nú alltaf búast við að vera að klukka aðeins meira inn af árangustekjum sem voru engar á fjórðungnum. Þannig að ég held að ef við værum í sæmilegu markaði þá værum við í raun og veru að tala að afkoma væri komin ansi nálægt í kringum langtíma markmiðin okkar. Kannski aðeins TM, að þar TM fjórðungurinn, annar fjórðungur í fyrra var mjög dapur hjá TM að lóta fjárfestingartekjum og þar hefur orðið mikill viðsnúningur. Og grunnreksturinn í tryggingastarfseminni, hann í sjálfu sér gekk vel en það var eitt stórtjón í Kringlunni sem að tekur niður afkomuna í fjórðungnum. Við erum síðan bara að bíða eftir varandi söluna, svo ég tæpa aðeins á því, það svo sem ekki mikið að frétta. Það auðvitað verið að bíða eftir samþykki frá eftirlitsaðilum. Og við erum svona, ég veit ekki hvað maður að segja, ég held að við séum alveg ágætlega bjartsýn að þetta gerist á næstu mánuðum, en það er líklega best að vera ekkert að segja neitt nánar það.
Ef ég fer aðeins yfir sviðin, að þá var á viðskiptabanka sviðinu, þá bara þar eins og flestum öðrum stöðum talsverður vöxtur milli ára. Lánabókin var að stækka 9% og vaxtatekjur voru í samræmi það 10% upp. Þóknanatekjur voru líka að aukast 10%. Mikið af því tengist náttúrulega því að straumur er komin inn í fullan ársfjórðung sem var ekki á sama tíma í fyrra, og svo erum að sjá áframhaldandi vöxt í innlánum og sem að hefur verið að hefur náttúrulega þau áhrif að við erum með mjög sterka lausafjárstöðu í dag, eins og Eiríkur kemur betur inn á eftir. Fyrirtæki og markaðir, sama, við höfum svona almennt á öðrum ársfjórðungi, þá voru svona, það var ekki eins mikill vöxtur í útlánabókinni eins og kannski var fjórðungan á undan, og það er einfaldlega vegna þess að við erum svona farin að nálga svona meira ídeal stöðu hvað varðar eiginfjár hlutvallið, og það er svona kannski aukin vöxtur mun freka koma ef og þegar af sölu tíðum verður. En það var samt vöxtur nær allstaðar og mikil aukning eins og á fyrirtækjasviðinu í vaxtatekjum milli ára. Bæði markaðsviðskipti og fyrirtækjaráðgjöf eru svona aðeins að finna fyrir markaðsaðstæðum og þar eru tekjur aðeins undir áætlun. Ég held að í fyrirtækjaráðgjöfinni að þá vorum við með og höfum verið með ágætis pípu. Það tók smá tíma að byggja þetta upp, en það hefur svona aðeins tafist ákveðnir hlutir, en ég held við séum nú alveg að sjá fram á seinni helmingi ársins verði þetta talsvert betra heldur en verið hefur. Í eignastýringu bara hefur gengið ágætlega aftur með við markaðsaðstæður. Við erum að auka eignir í stýringu 5 milljarða á fjórðungnum, og þetta er búið að vera í kringu 10 milljarða aukning í eignum í stýringu frá áramótum, sem að ég held að sé bara nokkuð vel gert miðað við allt. Við erum að sjá aukningu í stærð almennra sjóða, og við erum síðan að vinna að því að safna í þessu sérhæfðusjóði. Við erum að horfa til þess að ljúka kreditsjóði fyrir lok ársins, og það er fleira sem er í deglunni. Við erum, eins og ég nefndi áðan, er eitthvað sem tengist auðvitað markaðsaðstæðum, að við erum með lítið af afkomu, sem sagt svona, afkomutengdum, árangurstengdum þóknunum, sem við gerum náttúrulega ráð fyrir að í venjulegu árferði. Við erum með slíka samninga mjög víða í eignastýringun og gerum ráð fyrir að í venjulegu árferði séu þetta talsverðar tekjur. Eins og ég nefndi áðan, þá var fjórðungurinn í Bretlandi bara mjög góður. Bretland, hlutur Bretlands í heildarafkomu bankans á þessum fjórðungi sem er svipað og á fyrsta er orðin 20% af afkomunni. Það er fyrst og fremst út af útlánastarfseminni sem hefur gengið mjög vel. Lánabókin er orðin stærri, það er búið að auka vaxtamunin og á sama tíma er lánagæðin mjög góð, þannig að afkoman úti hefur verið mjög góð. Ég held við eigum síðan dálítið inni fyrir utan vöxt í lánabókina, þá held ég við eigum dálítið inni í þóknanatekjum. Við erum að sjá miklu meiri, svona miklu betri verkefnastöðu á undanförnum mánuðum, og við erum að vonast til þess að geta klárað söfnun í fjárfestingasjóð þarna úti í samstarfi við eignastýringuna vonandi núna í haust, en erum líka bara að sjá aðra tegundir af verkefnum er að koma meira inn, þannig að það lítur bara mjög vel út. Já, og eins og ég sagði, ég var svo sem kannski búinn að varandi TM, ég var búinn að held ég fara yfir það helsta þarna. Það er bara góður undirliggjandi rekstur og mikill viðsnúningur í fjárfestingatekjum, en við vorum náttúrulega með eitt stórt tjón á fjórðungnum eins og gerist svo sem, og þannig að það litar aðeins afkomuna, annars hefði þetta verið frábær fjórðungur hjá TM, en er bara mjög solid, og við erum svo bara aðeins að bíða eftir að
að sölunni á TM til Landsbankan ljúki. Eiríkur, þú kannski bara tekur við, gjör svo. Já, komið sæl. Ég ætla að renna yfir uppgjör annars ársfjórðungs með ykkur. Ef við skoðum bara rekstrarreikninginn fyrir annan ársfjórðungs 2024, þá sjáum við að hreina vaxtatekjur, þar eru 2.428 milljónir og aukast 572 milljónir milli ára, eða 31%. Og eru vaxtatekjur á öllum tekjueiningum starfsþáttum að aukast á milli ára. Hreina þóknanatekjur, þær eru 1.351 miljón og lækka 175 milljónir á milli ára, sem 11% lækkun og lækkun í þóknanatekjum. Helst í eignastýringu og í fyrirtækjum og mörkuðum, sem skýrist fyrst og fremst af erfið árferði á innlendum verðbréfamörkuðum. Á móti kemur að þóknanir af greiðslumiðlun og útlán, greiðslumiðlun að aukast og útlánum standa svona cirka í stað á milli ára. Aðrar tekjur, það eru 217 milljónir og lækka 737 milljónir á milli ára, en þarna inn eru fjárfestingatekjur og í fyrra þá vorum við með 900 milljónir í fjárfestingatekjur vegna hluts bankans í Keresis sem var seldur til, en það félag var selt til erlendra fjárfesta á síðast ári. Hreinar rekstrartekjur eru þá 3.996 milljónir og lækka 9% á milli ára. Rekstrarkostnaður, hann er 2.734 milljónir og er nærri óbreyttur á milli ára. Og til samanburðar þá hefur verðlag hækkað 6% á sama tíma og þannig að þetta er talsverður árangur þarna og það er kannski það helsta sem að ræði þessu er að það var ráðist á seinni hluta síðasta árs í talsverðar kostnaðarlækkanir og hagræðingaraðgerðir hérna innanhúss og hefur starfsfólki í samstæðinni hefur fækkað 10% á milli ára. Og kannski það skýrir það að við erum að ná því að halda kostnaði óbreyttum. Virðisýrnun, hún er 65 milljónir og lækka lítillega 16 milljónir milli ára. Og hagnaður fyrir skatta er 1189 milljónir og lækkar 328 milljónir eða 22%. Og skýrist lækkunni eins og áður segir af háum fjárfestingatekjum vegna Keresis í fyrra. Afkoma án fjárfestingatekna, við tökum bara það til hlíðar, hún er að batna rúmlega 400 milljónir á milli ára. Hagnaður af eignum haldið til sölu en tryggingafélagið TM þar undir er 480 milljónir á fjórðungnum og hækkar 799 milljónir króna á milli ára. Samsett hlutfall trygginga nam 101,5% á fjórðungnum samanborið við 95,3% á öðru fjórðungi 2023 og eins og Ármann vék að hérna áðan þá er stórbrunni í Kringlunni aðalástæðan á hækkun á samsetta hlutfallinu milli ára. Sé leiðrétt fyrir þessum áhrifum að þá hefði samsett hlutfall trygginga verið 94,1%. Og hagnaður samstæðan heild eftir skatta nam 1256 milljónum samanborið við 745 milljónir króna milli ára og hækkar 69%. Arðsemi efnislegs eiginfjárs fyrir skatta af áframhaldandi starfsemi var 14,6%. Og við reynum bara stuttlega í gegnum ákomu fyrsta helmings þess árs að þá sjá að hreina vaxtatekjur þær námu 4.754 milljónir króna samanborið við 3.841 milljónir króna árið áður og hækkuð 24% frá fyrra ári. Vaxtamunur á tímabilinu var 3,8%. Hreinar þóknanatekjur námu 2.984 milljónum samanborið við 3.015 milljónir á sama tímabili árum og þannig er lækkunni minni af því að heldur en á fjórðungnum þar sem að fyrsti ársfjórðungur var talsvert góður í þóknanatekjum. Þannig að það er bara 1% lækkun í þóknanatekjum milli ára ef við skoðum fyrsta ársfjórðung. Aðrar rekstrartekjur námu 326 milljónir króna samanborið við 969 milljónir króna á sama tímabili 2023 og rekstrarkostnaður hann nam 5.399 milljónir króna samanborið við 5.373 milljónir króna áraður og rekstrarkostnaður fyrsta ársfjórðungi stendur líka nærri í stað milli ára.
Hagnaður fyrir skatta af áframhaldandi starfsemi nam 2.404 milljónum samanborið við 2.412 milljónir á sama tíma í 2023 og lækkað því 0,3%. Hagnaður samstæðan í heild eftir skatta nam 2.340 milljónir króna samanborið við 1912 milljónir króna á sama tíma í 2023 og hækkar 22% frá sama tíma. Arðsemi efnislegs eiginfjár fyrir skatta af áframhaldandi starfsemi nam 15,4% á fyrstu 6 mánuðum ársins 2024. Ef við skoðum aðeins hreina vaxtatekjur, þá sjáum við að þær eru þarna hækka umtalsvert á milli ára, úr 1856 milljónum í 2.428 milljónir eða 31%. Og þetta skýrist á nokkrum þáttum. Vextir stýrivextir á öðrum fjórðungi síðast árs voru svona að jafna í kringum 8%, en á þessu ári voru þeir 9,25%. Og svona dýnamíkin í svona vaxta kostnaði hjá okkur er að við höfum verið að greiða vexti af innlánum, að við greiðum þá svona jafnt og þétt eða þeir breytast leið og vextir hækka og breytast, en vextir á útlánum þeir breytast taka lengri tíma. Lánasafnið það stækkaði 24% tímabilið og vaxtamunur hann jókst úr 0,4% fór úr 3,4% í 3,8%. Ef við skoðum þóknanatekjur, þá þóknanatekjur eru aukast úr 1.351 milljón króna og lækka 175 milljón króna á milli ára um 11%. Það er góð aukning vegna greiðslumiðlunar sem tilkomin vegna starfsemi dótturfélagsins Straums sem hóf starfsemi á síðasta ári, en á móti kemur að hreina þóknanatekjur í eignastýringu og hjá fyrirtækjum og mörkum lækka talsvert á milli ára, sem á stærstum hluta rætur að rekja í erfitt árferði á innlendu verðbréfamörkuðum. Þóknanir vegna útlánastarfsemi er lítið breytt á milli ára. Og kannski hér ber að nefna að svona, einmitt ef markaði taka aðeins við sér, þá gerum við ráð fyrir að þessar þóknanir munu batna þegar fram í sækir. Við erum með enga þóknanir til dæmis af árangurstóknanir í eignastýringu og þóknanir í fyrirtækjaráðgjöf hafa verið mjög litlar undanfarin misseri. Aðrar rekstrartekjur, þær lækka á milli ára úr 954 milljónum í 217, og eins og áður segir að þá voru við með rosalega mjög háar fjárfestingartekjur á síðast ári vegna sölu bankans eða endurmats á hlutum í Keresis, en félagið var selt til erlendar fjárfesta á síðast ári og það skýrir það háar fjárfestingartekjur á síðast ári, en við metum þessu svo að hafa verið svona bara yfir núllinu á þessum ársfjórðungi með að við svona aðstæður á mörkuðum hafi verið ákveðin varnarsigur. Kostnaður, við sjáum að fjöldi starfsmanna, hann er að lækka tæplega 40 manns, eða 10%, og kostnaður stendur í stað á milli ára, sem er náttúrulega bara gríðarlegur varnarsigur í erfiðu á sama tíma og verðbólga er búin að vera 6% og það hafa verið kjarasamningshækkanir og það komu kjarasamningshækkanir sem voru afturvirkar á fjórðungum. Þannig að þetta er talsverður góður árangur þarna, og kannski rétt að nefna það líka að það var talsverður starfslag á öðrum ársfjórðungi og kostnaður við þau voru 160 milljónir sem var allur gjaldfærður á fjórðungum. Eiginfjárstaðan er áfram gríðarlega sterk og hún er óbreytt frá fyrri fjórðungi. Hún er 22,1% karhlutfall
og markmið bankans að vera milli vera 24% yfir mörkum eftirlitsaðila og við erum núna í kringum 3% yfir þeim mörkum. Þannig að þetta áfram bara mikill einn af lykil styrkleikum Kviku þetta sterka eiginfjárhlutfall. Rétt að geta þess að bankinn hóf endurkaup í júlí síðastliðinn á eigin hlutum fyrir 25% hagnaði bankans og það tekið tillit til endurkaupa í öllum eiginfjárhlutföllum, í öllum útreikningi á eiginfjárhlutföllum. Lausafjárhlutfall og lausafjárstaðan gríðarlega sterk, 475%. Hún miklu sterkari heldur en hún verður til langframa. Við ætlum ekki að vera með 475% hlutfall fram í sækir. Stór hluti af skýringunni samsetningin á lausafjárhlutfallinu, en við erum með mjög mikið í reiðufé og sem meðal annars stafar því að við fórum í skuldabréfaútgáfu rétt fyrir loka annars ársfjórðungs. Og við sjáum þegar fram í sækir að við verðum með nær því stefnum að vera með nær 200% lausafjárhlutfall. Lánabók. Lánabókin stækkaði rúmlega 24% á milli ára, fór úr tæplega 119 milljörðum í 147 milljarða og það bara talsverður vöxtur á flestum sviðum útlána. Og hefur bara gengið mjög vel á tekjusviðunum að ná í ný útlán, þrátt fyrir vaxtahækkanir. Útlánagæði, það smá hækkun þarna á útlánum sem eru í stigi 3, sem fara úr 3% í 3,6% og þarna tímabundna, þetta stafar af einni fyrirgreiðslu einni stóri fyrirgreiðslu sem fór á stig 3. Það var vegna þess að sá aðili var í endurfjármögnun og síðan hefur verið leyst úr því máli og hefur þetta lækkað síðan. Við sjáum í sjálfsögðu enga breytingar á útlánagjöfum í eignasafninu hjá okkur og það hafa enga meira háttar breytingar orðið þarna, þannig að þetta í sjálfu sér mestu leyti óbreytt á milli fjórðunga. Fjármögnun. Bankinn fór í fjármögnun í sænskum krónum í maí. Bankinn gaf út 500 milljónir sænskra króna á kjörunum Stibor pluss 240 punktar og það var rosalega mikil bæting frá því árin áður þegar bankinn var að gefa út á cirka 410 punktum yfir Stibor. Þannig að fjármögnunarkjör bankans hafa batnað talsvert og lánshæfismat bankans var svo staðfest BAA með stöðum horfum frá Moody's í júlí síðastliðinn. Fjárhagsleg markmið. Fjárhagsleg markmið okkar að arðsemi efnislegs eiginfjár fyrir skatta sé yfir 20% og á öðrum ársfjórðungi þá vorum við 14,6%. Vantar aðeins upp á að ná markmiðum okkar og við teljum að það ætti að vera ættum að ná því að jafna því ef að markaðsaðstæður eru eðlilegar og annað slíkt þá ættum að geta ná því markmiði yfir tíma. Eiginfjárhlutfall, KAR-hlutfall, það 24% yfir mörkum eftirlitsaðila. Við stöndum núna í 3,2%, bara á góðu stað. Og svo arðgreiðsluhlutfallið, það 25% og við stöndum núna í endurkaupum fyrir 25% hagnaði síðasta árs, fyrir 1 milljarð króna. Þá lokið yfirferð yfir afkomu annars ársfjórðungs og ég og Ármann munum nú taka við spurningum ef einhverjar eru. Það greinilega enga spurningar. Enga spurningar. Ok, þá bara
þökkum við ekki bara fyrir. Takk hérlega. Takk fyrir.